Ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheimar hlaðvarp málefni ferðaþjónustu og ferðamennsku á Íslandi. Við Gunnar Magnús og Madalena erum öll kennara og rannsakendur í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum gestgjafar þáttanna. Og við ætlum að fá til okkar fólk af ólíkum vettvangi til að ræða allt milli heims og jarðar sem viðkemur ferðamálum. Góðan daginn og velkomin í hljóðvarp okkar ferðamál á Íslandi, rannsókn og raunheima. Í dag ræðum við lífstílsfrumkvöðla sem eiga mjög stort hlutverk í rannsókn í ferðaþjónustu og flestir af ferðaþjónustu fyrirtæki á Norðurlöndum, ekki bara á Íslandi, eru svona small, micro eða medium sized og margir af þeim eru lífstílsfrumkvöðla. Podcast-hóstareika í dag erum aftur Gunnar og ég, Madalena. Og Gunnar, við erum bæði mikið í þessi lífstílsfrumkvöðlasvæði. Já. Doktorsritgerð var með stór fókus á lífstílsfrumkvöðla og þú ert búin að kíkja í þessi í mörg ár. Já, og þetta er eitthvað sem er bara mjög áberandi eins og þú sagðir hérna á Norðurlöndum og bara mjög víða í ferðaþjónustunni, þessi agnarsmáu fyrirtæki og sem oft eru talin til svona lífstílsfrumkvöðla en þetta hugtak er mjög áhugavert og við erum með hérna góðan gest til að ræða þetta hugtak sem hefur líka verið að rannsaka þetta. Íris Hrönn Halldórsdóttir, sérfræðingur hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Vertu velkomin Íris. Kæra þakkir. Og þú vilt kannski svona byrja að segja okkur aðeins kannski áður en komum að þessu hugtæki sem við ætlum að ræða. Hvernig kemur þú inn í rannsóknir í ferðamálum? Já. Hvernig kem ég inn? Það er náttúrulega bara í framhaldi af ég fór í meistaranám í ferðamálafræði og í framhaldinu því þá fór ég að kenna inn í landaferðamálafræði Háskóla Íslands og svo er ég statt inn í þetta starf hjá Rannsóknarmiðstöð ferðamála. Þannig að ég hef verið í og tengslum við ferðaþjónustuna, bæði unnið áður en ég fór í framhaldsnám og líka bara verið í rannsóknum í ferðamálum allan frá 2008 en unnið í tengslum við ferðamál svona frá aldamótum 2000. Þannig að ég tengist ferðamálum á margan hátt og fjölbreyttan hátt og hef mikinn áhuga á ferðaþjónustunni og fólkinu sem er þar og starfar og er svona að bæta sitt, svona efla sitt samfélag og líf í gegnum með því að stofna fyrirtæki í ferðaþjónustu. Mér finnst það mjög áhugavert. Það er svona þessi byggða vinkill ferðaþjónustunar og frumkvöðla og lífstílsfrumkvöðla. Já. Mér finnst líka að það er svona no coming around lífstílsfrumkvöðla þegar þú ert að rannsaka í ferðamálafræði á Norðurlöndum, sérstaklega á Íslandi. Það er ekki, af því að ég var til dæmis ekki að skipulega að rannsaka eða kíkja í lífstílsfrumkvöðla, en það gerist bara, það er ekki hægt að ekki fara í þessu. Nei, það var líka saman sem gerist hjá mér þegar ég var svona að reyna að átta mig á hvers konar rannsókn ég ætla að gera í meistaraverkefninu, þannig að þá kynntist ég lífstílsfrumkvöðli og mér fannst þetta svo ótrúlega spennandi hvernig þetta var svona allt leikjandi og þau svona lifðu fyrir sína eigin hugmynd. Og maður einhvern veginn hreifst með og þetta var svo áhugavert að ég einhvern veginn bara, það var ekki eins og aftur snúið þótt ég var ekki endilega stefna þangað. Nei, einmitt. Og þá kannski rétt að spyrja, hvað er lífstílsfrumkvöðli? Einmitt, stór spurning. Förum í kennslustofuna. Já, förum með þessi kennslustofuna. Já, ég hvernig ég var að útskýra þetta? Það er kannski einfaldast bara að byrja því að þetta er þá einstaklingar eða frumkvöðlar sem stofna fyrirtæki en hvatinn fyrir stofnum fyrirtækis er það er ekki hagnaður, hann er ekki hagnaðardrifinn reksturinn eða fjárhagslega eðlis. Þetta skiptir fjárhæðun alltaf máli til þess að hafa í sig á en hann er ekki frumkvötin. Það er að bara að vinna við einhvern lífstíl eða skapa einhvern ákveðin lífstíl. Það er það sem skiptir fyrst og fremst máli.
að þeir geti einhvern veginn sinnt og allt það sem þeir hafa áhuga á og trú á. En þessi fjárhagslega ávinningur, hann skiptir máli, hann ekki svona hvatinn til að fara í reksturinn. En samt skiptir pening máli, það ekki? Já, eins og ég segi, þann skiptir náttúrulega máli til þess að þú bara hafir í þig og á og bara fyrir þig og þín og þú veist, þinn lífstíl skiptir máli, en hann ekki frumkvötin. Hann þarf að vera til staðar, en það ekki ástæðan fyrir þú fórst í rekstur að þú ætlaðir að græða innan gæðslega bara, skilurðu. Að það eitthvað annað á bakvið. Ég langaði að lifa, ég tek stund oft dæmi hérna vinkonu sem mikil áhuga mannskjum jeppa og hefur mikið ferðast land með föður sínum alla tíð. Þannig hún hefur mjög mikil áhuga á land og þjóð og líka á jeppum og hún stofnaði fyrirtæki sem bauð upp á jeppaferðir upp á hálendi Íslands. Þannig getur hún sameinað þessi áhugamál og unnið við það áhugamál sitt. Þannig að hún var svona típisku frumkvöðl. Já, ok, hún var að búa til svona business bara af því að hún vildi vera í hálendið sjálf. Já, einmitt. Og jeppa á hann, sko. Já. Þannig að það svolítið típist. Svo finnst mér annað gott dæmi, ég man ekki, það ég hlustaði einhvern tíðan fyrirlestur, það var maður sem hafi mikið áhuga á brimbrettum. Ég held að hann hafi verið með rekstur í Þorlákshöfn. Já, alveg rétt. Það ekki? Og hann langaði, hann fannst það svo skemmtilegt og hann langaði einhvern veginn að hann sameina áhuga máli sitt við vinnuna og hann stofnaði þetta fyrirtæki sem bauð upp á þá brimbrettatengt ferðaþjónustu hér á Íslandi. En hann fekk tækifæri til þess að. En svo finnst mér líka eitt dæmi sem finnst skipta máli þegar við tölum mikið lífstíl. En lífstílinn þarf ekki endilega að vera svona. Fyrir mér líka lífstíl þið langar að búa á vissu stað. Þið langar að búa í einhverjum dal eða langar að búa í einhverjum litlum bæ og til þess að geta, þú veist, það náttúrulega lífstíl að vilja búa í einhverjum stað. Þá stofnar fyrirtæki til þess að geta það. Skilurðu. Það líka lífstíl, það ekki? Ekki sammála með því? Jú, og ég held að þetta sé mjög mikilvægt líka vegna þess að eða svona einn þáttur sem skýrir út í hverju þetta svona áberandi í ferðaþjónustu. Já. Að ferðaþjónustan hefur oft verið notuð svona sem ráð til að efla byggðir eins og nefndur áðan og það þessi byggðavinkill og kemur inn kannski í samfélög þar sem sko atvinnuveginir hafa verið til staðar. Þorp hafi byggst upp vegna sjávarútvegs eða landbúnaðar og þess að og fólk að leita að einhverju öðru til að skapa sér atvinnu og skapa sér þá tækifæri til að búa þar og þá ferðaþjónustan stundum svona auðveld innan gæsalappa leið til að skapa sér þá svona þennan atvinnu grundvöll. Þannig að þá það lífstíllinn. Auðveld en stundum líka bara sem einasti lausn sem tilhaldi. Já, svo það líka einmitt og við sjáum þetta líka á svæðum eins og Íslandi þar sem ferðaþjónustan vaxi mjög hratt að þar eru tækifærin einmitt þannig að fólk grípur þau sem þá þetta frumkvöðla element að sjá tækifæri og stökkva á þau og skapa sér tekjur út frá því sko. Algjörlega. Og mikilvægt element til þess einhvern veginn að fólk geti búið á þeim stöðum og þannig við getum haldið úti bara landsbyggðinni. Ég held að við viljum öll einhvern veginn að halda byggð út all land hér á Íslandi og þá mikilvægt einmitt að efla þennan hóp mögulegra frumkvöðla í því að bjarga sér, að geta búið þar sem þeir vilja. Ekki vera háð kannski of mikið svona einstaka fyrirtæki með einstaka atvinnugreinum en geta líka gripið tækifærin og gert það sem þau vilja. Þannig fyrir að eins og við höfum kannski séð og að ef ein atvinnugrein eða eitt svona lykil fyrirtæki í byggðarlagi bara hættir að starfa og þá náttúrulega verða erfiðleikar og við höfum séð það hér á landi. Það verður náttúrulega miklu erfiðleikar og fólk flytur. En þá mikilvægt einmitt að styðja við þetta fólk til þess að skapa sér atvinnu til þess að halda byggð í landinu. Einmitt. Mér finnst það mjög gott dæmi Þingeyri
Það var þessi vöflu kaffihús, var það ekki? Já, Ég held að það var Í Simbahöllinni. Já, Simbahöllinni, einmitt, alveg rétt, já. Það var ekki tómt í mörg ár og svo kom þessi kaffihús, kom ný eigandi og Bláa bankin og allt í einu var svo mikið í gangi í þessi lítinn þorp bara út af því að eitt frumkvöld kom. Ef ég man rétt, ég veit ekki að þetta var sagan, en ég held ég heyrði þetta. Já, Sem er svo fallegt að heyra. Já. Eða líka, það með ekki tengt með Íslandi en fjölskylda mín í Þýskalandi við eigum stort gamalt hús sem er 350 ár gamalt og við þurftum bara að laga þessi hús af því að þetta var protected og gamalt og okkar datt í hug bara búið til kaffihús og ég skildi þetta ekki áður en ég fari í doktorsritgerð en þetta er líka svona lífstílsfrumkvöða. Alveg. Já, bara búið eitthvað til þess að to be able to have this house run. Já, akkurat. Halda því í rekstri og skapa því hlutverk í samfélaginu og einhverja tekjur að því. En þetta tengist líka því sko, hvernig lífstílsfrumkvöðlar þeir hafa líka verið gagnrýndir vegna þess að þetta er náttúrulega ef fólk er að fara út í að skapa sér tekjur eða búið til fyrirtæki á grundvelli áhugamáls og svo bara missir maður áhugan. Hvað þá? Já. Ég hef búin að heyra einu sinni sögu hér á Íslandi. Það var einhver sem var með svona gagnrýna lífstílsfrumkvöðla og hann sagði líka það var eitt fyrirtæki sem var mjög skapandi og það var alltaf gestir sem koma til þeim en þau verður ekki með vefsíðu, social media, ekki neitt af því að af hverju? Fólk kemur, af hverju á ég að gera eitthvað digital? En ég held þetta er svona dæmi fyrir svona critical approach. Já, að þeir kannski hafa verið gagnrýndir fyrir að leggja það minna upp úr einhvers konar fagmennsku eða þá þróunarstarfi í rekstrinum og eitthvað slíkt. Hafa kannski, einmitt líka kannski eins og fræðin segja, hafa kannski ekki þekkinguna, svona rekstra þekkingu. Hafa brennandi áhuga á sínu áhugamáli eða sínum bæjarfélagi eða sínum dal eða hvernig það er og hafa mikla þekkingu þar. Og það er það sem drífur það áfram. En kannski þekkingu og rekstri er það sem skorti. Og þá svona hefðbundum hugmyndir hvernig samfélög virka, þannig að við þurfum að auka hagvöxt og auka efnahagsleg velferð samfélags og prinsipinu þá, ef lífstílsfrumkvöðlar eru ekki í því að hámarka hagna, hvernig eru þeir að leggja til samfélagsins? Þetta hefur aðeins verið að tala í fræðunum, en aftur á móti eru þannig þetta aðilar, því þeir hafa þetta passion, þeir hafa þessa ástríðu og vilja gefa tilbaka, vilja deila ástríðinni með öðrum og fara þess vegna oft í kannski einhvers konar rekstur sem að hinnum hagnadrifna myndi aldrei detta í hug af því hann sér ekki tækifærin. Ef einhver lífstílsfrumkvöld vill þekki til einhver svona, hvað ég segi, einhver svona fjarðar sem engin býr og hann ætlar að bjóða upp á ferðir af því hann hefur svo brennandi áhuga á þessum firði. En þessu hefðbundna sem er hagnadrifna, hann myndi kannski detta í hug af því hann veit ekki alveg hvort þetta myndi ganga upp. En ef það gengur vel, þá er náttúrulega komið ný tækifæri og aðrir þá fylgja eftir, við erum komið nýja markaði og nýja svona nýja vaxtarsprota. Þannig þeir gegna algjörlega miklu máli, skipta miklu máli, segi ég, í uppbyggingu ferðaþjónustunnar og bara auka líka á litbrigði greinarinnar. Það væri nú ansi litlaust að keyra Ísland ef það væri ekki fyrir þessi litlu smáu fyrirtæki út allan með alls konar þjónustu og litbrigði við hana. Þannig að ég held að megum ekki gleyma því að það er það sem skiptir miklu máli fyrir ferðaþjónustunni líka. Já, sammála, en ég held samt stundum með þetta örugglega erfitt ef þau eru að búa svona hugmynd til, kannski fara í svona svæði sem var ekki þekkt áðan og svo kemur stort fyrirtæki og taka hugmynd frá þeim og þau eru með meira efni en þau og ég hef oftast séð að svona lítinn fyrirtæki var bara farin eftir 5 ár út af því að það vantaði meira know-how og þekking hvernig þú reikur fyrirtæki. Maður hefur séð það og heyrt það. Og ég held að þetta sé líka klassískt dæmi að oft eru þau sem sko koma með nýsköpunina og eru svona í farabrotti ekki þau sem raun og veru svo
græða mest á henni heldur að þeir sem koma á eftir og ná þá jafnvel að sníða af agnúana og gera þetta jafnvel ennþá betra og búin að sjá hvað gengur og hvað gengur ekki og þess áttar og ég held að það sé klassist í hvaða nýsköpun sem sko en mér finnst það mjög áhugavert að þetta segir með sko þetta hlutverk sem lífstilsfrumkvöðlar leika þá ef við hugsaum þetta sem kerfi að kerfi nýsköpunar frumkvöðlastarfs í ferðaþjónustu að það eru þessir aðeila sem sko leika mikilvægt hlutverk alveg óháð því hvort þeir séu að skapa sko mikinn arð eða þess og þar einfaldlega vegna þess að þetta er svo mikill sköpunarkraftur og hugmynda auðgi og fólk til í að prófa hluti sem sumir ganga og sumir ganga ekki og í grein sem við erum kannski ekki með mörg stór fyrirtæki sem leggja mikið upp úr svona rannsóknar og þróunarstarfi eða svona nýsköpunarstarfi þannig að þá hlýtur þetta að skipta með bara mjög miklu máli fyrir kerfið í heild sinni þannig að algjörlega, ég er samlega því þannig að þetta er svona og þetta er eitthvað sem þið hafið náttúrulega báða verið að skoða svona í ólíkum verkefnum sko, þú náttúrulega Íris hefur verið að skoða það sem kallast vistkerfi frumkvöðla. Já, það sem ég hef áhuga á er einmitt þessi tækifæri einstaklingana til þess að bjarga sér og þá er ég að velta fyrir mér hvernig umhverfi getur haft áhrif á bara möguleikana til þess að koma fram með nýja hugmyndir og viðskiptatækifæri fyrirtæki. Og jafnvel þá að viðhalda þeim líka. Og viðhalda þeim líka og stækka og eitthvað svona. Og þess vegna var ég í meistarnum, þá var ég að skoða þetta frumkvöðla umhverfi, þú veist, hvað í þetta umhverfi sem getur haft áhrif á framkomi frumkvöðla hugmyndar og ég er að halda þeirri vinna áfram núna í mínu doktorsnámi, ég er bara út frá þessu hugtaki vistkerfi frumkvöðla og þar mér finnst þar svo skipta máli að það sé hægt á einhvern hátt og stuðla að góðu umhverfi fyrir þess að einstaklinga bæði það að stofna, vaksa og halda rekstri af því við vitum að ferðaþjónustan er náttúrulega bara þannig atvinnugrein þar sem að fjölmargir ytri þættir hafa áhrif á rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar. Gjaldeyrisbreytingar, verkföll, tískubylgjur, stríð einhverstaðar annars staðar í heiminum, velferð einhverstaðar annars staðar í heiminum, það er svo ótrúlega margir þættir sem geta haft áhrif á rekstrarumhverfi. Þess vegna skiptir máli að þessir aðilar geti brugðust við og haldið rekstri áfram og það er það sem byggir væntanlega upp svona þrautsegt samfélag til lengri tíma og eflir sjálfbærni ef að einstaklingin getið haldið út rekstri í gegnum þennan ólgusjó sem ferðaþjónustan er oft og þess vegna er ég einmitt út frá þessi sjónurinn að skoða hvað er það í umhverfinu sem getur haft áhrif á að einstaklingarnir sem sagt bara geti haldið á í rekstri. Ertu búin að finna eitthvað út? Ertu með dæmi? Nei, ég get aftur þá. Ég er búin að finna einu réttu lausn, þá fer ég að vera rík og kem ég aftur í podcast. Ok. Já, en það eru samt, sko, ég meina, hvað segir maður, vistkerfi svona eins og þetta hugtak, sko, það er svona, er að benda á ákveðna svona samfélagslega stofnanir sem skipta miklu máli mitt og einmitt, með þess að þetta er það hug, sko, Magdalena, þú ert náttúrulega í þinni doktorsykir, þá varst að skoða líka, einmitt, sko, svona tengsl stóðkerfis ferðaþjónustunnar við frumkvöðlastarf og ef þú segir okkur aðeins frá því, ég meina það er náttúrulega, þó þú notaðir ekki þetta hugtak vistkerfi frumkvöðla, þá er það mjög hluti af því, ég meina þetta stóðkerfi til dæmis. Ég var að kikka í þetta áðan, það var aðeins of stort. Já. Ég var bara aðeins meira inni í þessu. En ég held ekki að svara þessi spurning á ensku. Já, það er ekkert mál. It is difficult to find the Icelandic words for something that you have spent 5 years in English with. Já, það er rétt. I think what I found out is that there are gaps of communication, acknowledgement and understanding between various groups of tourism stakeholders. And I think the biggest misunderstanding or gap, as I call it in my PhD, is between the tourism lifestyle entrepreneurs, lífstilsfrumkvöðla, and the tourism authorities. That there's a lack of understanding, and that in turn could maybe even lead to that the tourist or the entrepreneurial ecosystem
is not as strong as you would like to have it. Because I think both parties don't really understand what the others are doing or want. And that's why are not joining forces, I think. Þannig að hérna stjórnvöld ekki alveg að átta sig á þá kannski þeim kostum sem felast í lífstílsfrumkvöðla starfi eða þeim svona styrkleikum sem felast í því eða yeah, something like that. Because I looked a lot into tourism life entrepreneurs, like what is their role in rethinking tourism towards sustainability, and they have a big role. They are often called in literature agents as agents for degrowth, agents of degrowth. And they do a lot, like you also said before, Iris, there's a lot, they want to be in this place where they have their business, they want to live there, they want to be part of the community, so they care a lot for the place, for the environment, they care a lot for the community. So they are doing a lot for nature and for the community, which goes in line with the sustainability goals that the government also envisions. So if they would take this power and put it into their strategy, it would be like a win-win. Já, akkurat og þessi hugmynd sjálfbærni náttúrulega kannski ekki síst að sko atvinnustarfsemi sé í jafnvægi við bæði umhverfi og samfélag og þá kannski þessi hugmynd hérna degrowth sem við vorum nú að velta fyrir okkur hvernig við getum þýtt en svona getur verið hjöðnun eða samdráttur en sem kannski meira sko hugsuð sem svona nálgun að því að finna sko rétta jafnvægi eða svona hvað nóg í takti við innviði og sjálfbærni og líka degrowth getur líka vera að þetta þýðir að koma meira ferðamenn. Já, á sumum svæðin, já, akkurat. Þannig að þetta ekkert endilega samdráttur yfir það heila, heldur meira að hérna stilla sig af einhvern veginn. Er það ekki líka bara eitt af einkenni lífstílsfrumkvöðla? Þeir eru meiri bara í tengslu við samfélagið. Þeir eru náttúrulega yfirleitt í rekstri í því samfélagi sem það býr í. Já. Og þannig að þeir hafa kannski meiri innsýn hvað hægt og hvað þarf og svona vita meira. Ég held það, en ég held að líka hættulegt að því að svo margir eru svo hrætt af breytingu. Já. Það veist, en ef eitthvað sem kannski nýsköpun eða stafræn nýsköpun kemur, þetta svolítið scary og sumir eru nei takk, við viljum þetta ekki auk þess, þetta væri kannski gott fyrir samfélagið. Ég held að þetta svona tricky. En komum við þá ekki aftur að ákveðnu svona veikleika sem hvort sem við sko flokkum fyrirtæki sem lífstílsfrumkvöðla fyrirtæki eða bara lítil og agnarsmá fyrirtæki sem náttúrulega flest fyrirtæki ferðaþjónustu eru að þegar sama manneskjan sko framkvæmdastjóri, kokkurinn og framleiðslumaðurinn og svo sem býr rúminn og allt þú veist að og svo kemur einhver og stingur upp á heyrðu, viltu ekki taka þátt í stafvæðingu ferðaþjónustunnar? Já, akkurat. Er það ekki bara svolítið yfirþyrmandi? Ég held það, já. Og hvernig getum við unnið með það? Það er líka, þetta svolítið að þú nefnir þetta, kannski ég að fara aðeins út fyrir það sem þú ert að segja, bara þú verður að veiða mig aftur inn, en það sem ég ætla að segja að akkurat það sem þegar ég var að gera rannsókn fyrir ferðamálastofu varðandi seglu ferðaþjónustu fyrirtæki COVID að ég heyrði það bara í samtölunum að tíminn fram á COVID þá voru bara allir á hlaupum að það var ekki tími til eins annars heldur en að bregðast við og sinna þeim ferðamönnum og viðskiptavinum sem komu og tími fyrir allt svona ekstra digitalization eða eitthvað starfsmannastefna eða hvað sem þá ef þau tóku þá var það ofta kannski veikum mætti af því það var svo bara náttúrulega reksturinn og grundvöldur reksturinn náttúrulega ferðamenn koma og farið sáttir og ef þú ert ekki sinnað því þá er náttúrulega bara að hætta þannig að það er kannski erfitt þannig að það hefur verið erfitt fyrir þess aðalega að gefa sér tíma í annað og þannig að þeir mér fannst vera svolítið svona hvað segir maður svona þetta var svona moment á vondri íslensku í COVID til einhvern veginn að horfa tilbaka já, þú veist, vá ég veit ekki hvernig þetta núna ég veit ekki hvort ég er komin á sama stað við erum ennþá að laupa, sko en þannig að einmitt þá er kannski svolítið erfitt að ætlast til mikils af eins tveggja manna fyrirtækjum en einmitt, hvernig getum við
samt sem áður þessi litlu fyrirtæki, þessi agnarsmáu fyrirtæki í því sem þið eru að gera. Við vorum með gesti hér daginn, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir frá Íslenska ferðaklasin og við vorum nákvæmlega að tala þetta og hún var að segja okkar dæmi, það svona Evrópsverkefni sem með fjármagn handa lítinn fyrirtæki til að gera eitthvað. Ég hef digital, ef ég man rétt, var svona 1 milljón í boði fyrir þeim bara til þess að gera eitthvað til að þróa digitalization í fyrirtæki þeirra. En ég held örugglega að þú varst að heyra þetta líka, málið alltaf að lífstílsfrumkvöðla ekki nóg tíma og ekki heldur nóg pening til þess að gera eitthvað. Ég heldur bara að segja það sjálfur. Ég sé það. Sko. En þá kemur náttúrulega því hvernig hið opinbera til dæmis, en líka kannski atvinnugreinin í samstarfið getur skapað eitthvað stóðkerfi sem svarar þörfum þessara litlu fyrirtækja. Algjörlega. Að sé þá í takti við það og það áreiðanlega leiðir til þess og mögulega eitthvað sem í gangi nú þegar en kannski getum við unni meira á þeim nótum að stuðningur við fyrirtæki sé svolítið takt við hversu ólík þau eru vegna þess að náttúrulega gríðarlegu munar á milli lífstílsfrumkvöðla fyrirtækis og svo fyrirtækis eins og Æsland eða eitthvað þess að þannig að við getum ekki tala þetta nánast í sömu andrá þó hvort það ekki sé náttúrulega hluti af íslenskri ferðaþjónustu. Mikilvæg hluti af ferðaþjónustu. En mér langar til að aðeins að eins og nefndir þessa rannsókn á siglu íslenskra ferðaþjónustu fyrirtækja í COVID að heyra aðeins meir það að þar varst ekki bara að rannsaka lífstílsfrumkvöðla fyrirtæki en hvað fannst þér koma þar fram í hvernig voru þau að bregðast við og hvernig voru þau að koma út? Voru þau svona seigari, ef svo má segja, heldur en önnur fyrirtæki, eða var einhver munur á þessu sem þú gast séð? Ég held að öll fyrirtæki hafa verið bara mjög þrautseg, en það var hins vegar mikill munur og við bara getum séð það bara og sagt okkur það sjálf að fyrirtæki eins og Æslandi að þú tókst það sem dæmi, það með dýpri vasa, fjárhagslega séð til þess að einhvern veginn að bregðast við því ástandi sem var þá. En þessi litlu fyrirtæki, þau hafa náttúrulega ekki djúpa vasa og ekki fjármagn, en þetta stendur miklu nær. Þetta margt undir, þetta ástríðan þín, tekjur kannski fjölskyldunar, þannig að þú ferð miklu meira og reynir miklu lengra einhvern veginn að bregðast við þessu ástandi og því ég var að taka þessi viðtöl þannig var þetta mjög erfitt ástand og en við sáum bara eftir að það voru ekki mörg fyrirtæki sem að hættu rekstri og það var bara ótrúlega einhvern veginn segla í þessum í öllum fyrirtækjum, það var bara svo áhugavert að sjá hvernig þessi litlu fyrirtækin bara börðust áfram og bara leituðu eins og við þekkjum þá fóru margir náttúrulega í að bjóða alls konar þjónustu fyrir innlenda ferðamenn sem hafa kannski ekki verið inn í svona radarnum áður en þau brugðust alveg ótrúlega fljótt við þetta náttúrulega getur kannski ekki alltaf selt erlendu ferðamenni sama innlendu ferðamenni þannig að þú þurftir að hugsa ansi fljótt og hratt og búa til svona nýja vöru fyrir þennan innlenda markað og þá var það rosalega margir sem það gerðu til þess að einhvern veginn að lifa og þetta skipti máli fyrir mörg fyrirtæki. Þetta kannski skiptir þetta minna máli fyrir fyrirtæki hér á suðurhorninu, höfuðborgarsvæðinu, því að við náttúrulega búum öll hérna á höfuðborgarsvæðinu og við vorum ekki að ferðast kannski alveg hérna í COVID hér, þannig við fórum út á land. Þannig að það skipti máli fyrir bara, að lifa af þetta tímabil og margt annað. En þetta var mjög áhugavert. En ég man líka að eitt sem kom út þetta var að fólk var mjög þreytt og þetta tók andlega mjög á. Já, það einmitt. Að því við nefnum það, að því ég var að tala það að þetta andlega, því, eins og ég segi, þetta stendur fólki nær, þetta ástríðan þeirra, þetta lifibrauð margra og ekki kannski djúpur vasar og eitthvað flókið skipula, þetta kannski bara 2, 3, 4 sem að starfi á fyrirtækinu og þannig að þetta fór miklu nær, þetta var svona andlega erfitt
og það var það sem ég var líka mjög áhört af því ég man að í einu þrem viðtölum þá var svona í að það vantaði þennan andlega stuðning líka. Mér fannst það mjög áhört. Af því eins og segið, þessi litlu fyrirtæki, þetta stendur náttúrulega þeim nær og það væri alveg áhugavert, sko, hvort þetta hefur einhvern veginn, hvort að þessi stuðningur sé hluti af því frumkvölu sem þyrfti kannski verið til staðar í svona, maður veit ekki. Já. Það spennandi. Business er ekki bara business. Nei, ekki, já, og kannski ekki í ferðarþjónustu og ekki í lífstíðsfrumkvölu. Það var mjög áhugavert, sko. En Gunnar, þú búinn að kikka í þessi í mörg ár. Ég held elsti grein sem ég las frá þér lífstíðsfrumkvölu frá 2011. Úff. Held ég. Já. Getið þú kannski bara aðeins sagt okkur hvernig þetta var með lífstíðsfrumkvölu þegar þú varst að byrja að kikka í þetta og hvernig þetta hefur breyst í þessi tímabil? Já, sko, ég fór að rannsaka lífstíðsfrumkvölu, eða lífstíðsfrumkvölu komið svolítið inn á radarinn, þetta er alveg eins og þú sagðir áðan, að það er svona erfitt ef maður að skoða ferðaþjónustu eða ferðamál á Norðurlöndunum eða á norðurslóðum að það var erfitt að komast svona hjá því að snerta á lífstíðsfrumkvölum og þegar ég var að vinna í mínu doktorsverkefni sko 2003-2004 að þá kom þetta upp og þá var þetta hugtak svona að koma inn í fræðilega umræðu og og það var mjög svona skipta skoðanir þá og það var eiginlega mjög svona svarthvít mynd sem var dregin upp að sumir litu á sko lífstíðsfrumkvölu sem eitthvað sem væri mjög jákvætt og eflandi fyrir samfélag og svona nauðsynlegu hluti af bara því svona kerfi sem ferðaþjónustan á meðan aðrir voru að draga fram veikleikana sem felast í því að byggja á lífstíðsfrumkvölu starfi og til dæmis vegna þess að oft voru þetta fyrirtæki sem höfðingan áhuga að stækka, fólk var bara sátt við að svona ákveðin standard sem var kannski ekki að batna, þannig að það var líka svona spurningum hvernig að efla fagmennsku, hvernig að efla nýsköpun inn í þessum fyrirtækjum og halda þá áfram að taka næstu skref og allt þetta kom upp í raun og veru, maður gæti séð svona þessa þætti í gögnunum sem ég var með en hins vegar var alveg ljóst að allavega í þeirri rannsókn sem ég var að vinna að þá sko þessi element í lífstíðsfrumkvölustarfi þar sem svona gildismatið fjölbreyttara heldur en bara hagnaður, bara að hugsa arð þetta var bara gríðarlega mikilvægt til að fyrir sko ferðaþjónustuna til að vaxa og komast af stað, sérstaklega á jaðarsvæðum, þar sem kannski ekki mikil hagnaða von í ferðaþjónustunni en einhver þarf að byrja, einhver þarf að draga vagnin og það sem ég finnst hins vegar að það berst í dag og svo komum við að því að þá finnst mér að svona sýn allavega fræðafólks sem voru miklu svona blæbrigðaríkari á lífstíðsfrumkvölustarf og það er ekki svona svarthvít mynd lengur finnst mér, það heldur fólk kannski meira að spyrja sig hvernig fólk að starfa í ferðaþjónustunni og að skapa sér atvinnu og ekki svona kannski að frekar en reyna að skilgreina hvað nákvæmlega lífstíðsfrumkvöld hvað ekki og eigum við að reyna að útrýma þessu eða eigum við reyna að ýta undir það heldur kannski meira bara hvernig getum við nýtt ferðaþjónustuna sem jákvætt afl inn í samfélagið og þar kemur þetta fram en alveg eins og ég held að við höfum oft rætt Magdalena að þá sko það auðvelt að vera svolítið rómantískur yfir lífstíðsfrumkvölum sko að þetta sé svo sko fallegt og krúttlegt en þetta bara eins og öll atvinnustarfsemi, þetta bara mikil vinna og og það ákveðnir veikleikar sem bara sameiginlegir ýmsum öðrum fyrirtækjum en enn og aftur, það líka miklu styrkleikar og ég velti því svolítið fyrir mér, ég veit ekki hvað þið segja en ég velti því fyrir mér hvort að
svo staðreind að lífstílsfrumkvöðlar eru mjög áberandi ferðaþjónustu, hafa eitthvað með það að gera að líka að ferðaþjónustan svo mikill hluti af samfélögunum. Já. Að þetta það mjög erfitt að draga línuna milli sko, hérna er einhver business og svo fer ég í að taka þátt í samfélögunum til hliðar. Þetta er algjörlega samtvinnað og maður sér það mjög víða, sérstaklega á minni stöðum. Já, mikið. Ég er svo sammála. Mér finnst þetta stundum þegar fólk að tala illa ferðamenn, segi ég bara alltaf en ef það væri ekki ferðamenn, væri ekki að því bóði. Akkurat. Sem örugglega svona. Og við sjáum það að ferðaþjónustan hefur náttúrulega bara aukið þjónustustig mjög víða út land. Já, eitthvað svona life quality. Já, líka. Lífsgæðin, já. Og þegar við byrjum þarna þá finnst mér mikilvægt að einmitt nefna að bæti lífsgæðin en svo náttúrulega þurfum við vera vakandi að fara ekki of langt í þeim efnum að það fyrir að hefta líf þeirra sem þarna búa. Já. En það hefur samt það er mikil umræða nú erum við fara út fyrir frumkvöðluna, bara í ferðaþjónustuna. Það er náttúrulega verið mikil umræða svona viðhorf fólks til ferðamanna og oft neikvæð, en rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur staðið í viðhorf heimamanna gagnvart ferðamönnum og hefur bara sinnt ég veit ekki hvað mörg ár, en þar hefur þetta ekki svo sem komið fram einhver svona mikil neikvæðni. Jú, það hafa einhver svona punktar sem þarf að vinna í, en svona heilt yfir held ég fólk sátt, en vissulega áhyggjur sem eru að koma upp og þá er mikilvægt einmitt að taka á því áður en Já, og fylgjast með. Já, af því að náttúrulega heimamenninir mikilvæg hluti af ferðaþjónustu. Það þetta líka þetta samfélagslega. Ferðaþjónustan öðru sig á margan hátt heldur en aðra atvinnugreinar. Og við sem búum hér hvort sem við viljum ekki, þá erum við bara hluti af ferðaþjónustunni og auðvitað skipti það máli að við sem sátt við ferðaþjónustuna og uppbyggingu hennar líka. Haldið að lífstílsfrumkvöðlar séu svona einhvers konar öryggisventil á þetta að frekar en góð punktur. Já, frekar en annað passa þeir frekar upp og að ganga ekki fram af samfélagi, fram af náttúrunni. Ef þú ert hreinn lífstílsfrumkvöðl eins og fræðin segja já, en ég veit það ekki. En ég held það, ég hef búin að heyra fleiri sögur, en ég held þau að hugsa samfélag og vilja ekki gera neitt sem vond fyrir samfélag eða nothing that makes them unhappy. Einmitt. Og það kannski líka getur verið svona helsi fyrir rekstur fyrirtæki. Ef þú getur ekki tekið ákvarðanir sem koma reksturinn til góða því þú hefur ákjörð. Já. En svo eitt viðbót sem tengist þessu svona lífstílsfrumkvöðla starfi er að þetta getur líka, og rannsóknir sýna það, skapa fyrirtækjum samkeppnisforskot vegna þess að ferðamenn vilja upplifa svona ákveðið sanngildi og komast svona í snertingu við svona ákveðin raunveruleika, svo má segja, og mörg þessara fyrirtæki bjóðu upp á það að þú ert að hitta kannski eigendunar, þú ert að fá svona þyrra sögur eins og þú nefndir áðan, þetta er fólk sem þekkir staðinn eða firðina sína og dalina sína eins og handabaki á sér og þetta er mjög heillandi. Ég var svo hissa þegar við verðum að byrja í kaffihús okkar, hversu mikið fólk að spyrja mig hvað ég að gera í lífið mitt, bara hver vil vita hvað ég að gera í lífið. Akkurat. En allir að spyrja, hvernig var þetta þegar þið verður að byrja kaffihús og hvað þið að gera þegar kaffihús lokar? Bara, Einmitt. Fólk ótrúlega forvitið annað fólk. Já, einmitt. En ég var mjög hissa því að ég held að þetta væri bara svona forvitin manneskjáni, bara svona 70% að spyrja sama spurningar. Já. Bara hvað í bakgrunnið af fyrirtæki og af hverju kom þetta og líka bara ef fjölskyldur að vinna saman, allir eiga svo mikið áhuga í þessu. Og sum fyrirtæki að gera svolítið út á þetta og að segja sína sögu og svona veita aðild
að henni. Já, nákvæmlega. Þannig að, en það er spurning hvort við ættum að fara svona að draga þetta saman, sko, en með lífstílsfrumkvöðla þetta, eru að fara að sjá okkur breytingar eða munu lífstílsfrumkvöðlar alltaf vera til staðar eða við vitum að fyrirtækin að stækka og ekki síst eftir COVID og þá hefur áður við ákveðin breyting þar á og Samdráttur og stækkun. Já, þannig að eftir 20 ár eru lífstílsfrumkvöðlar í útrýmingarhættu. Nei, ég bara ef fólk bara eðlileg lífstílsfrumkvöðla sinna áhugamálinu. Já. Þú veist, með einhvern svona, hvað segir maður, svona björgunar, þið langar í að lifa stað, þið langar að sinna áhugamálinu, það er ekkert að fara að hætta. Nei. Ekki nema það er gert nær ómögulegt með einhver kannski regluverki eða svona háum þröskuldum. Þá náttúrulega kannski fyrir við að sjá minna þeim, en ég held og fyrir ferðarþjónustan bara skipta þér of miklu máli. Já. Svona blæbrigði ferðarþjónustan, þeir eru bara mikilvægt. En ég held það sem það að breyta og það sem að breyta núna þau þurfa að hafa meira know-how, held ég. Svona stafræn, nýsköpun og digitalization in general. Ég held eins og kannski fyrir 20 árum síðan að þú varst bara með svona skildi sem segja hestaleiga 50 metra. Þetta gengur ekki lengur, held ég. Ég held að það bara vera Ég held að það getur verið svona kurki áhugavert fyrir sömu ferðamennsku. Gæti verið. En ég bara sé þetta bara í fyrirtæki okkar í Þýskalandi. Allir vilja að Google Maps up to date. Allir vilja hafa upplýsingar á vefsíðuna og social media. Ég held þetta meira svona the new standard. Held ég. En gæti verið að þetta veri grútlegt fyrir sumir. Já, en þú nefnir Google því ég ger það sjálf. Þú veist, ég leita eftir þjónustunni með því. Þannig að það er góða punktur að þú ert ekki þar inni. Hvað ertu þá? Akkurat. Þannig að þá komum við að því aftur enn og eftir að það er einhvern veginn kannski að veita allan af þeim fyrirtækjum sem vilja taka næstu skref, möguleika á að gera það. Svona einhvern stóðþjónustu þar. All right. Já, er eitthvað að lokum, Íris? Viltu bæta ykkur við? Er eitthvað sem eftir að, ég veit að fullt sem er eftir að kofera, en... Nei, ég bara er ekki tilbúin með punchline, sko. Nei, en það er bara flott. Það er að spjalla aftur þegar doktorsritgerð. Já, þegar þú verður komið með þetta. Okay. Takk fyrir að koma, Íris, og heyrumst. Takk fyrir og gangið vel að koma með punchline. Já, takk fyrir að bjóða mér.